Drottinn, fyrir stuttu, í miskunn sinni, kom með okkur með eiginkonu minni til þessa lands vegna vinnu. Þú, í einni hugleiðingu, deildir og kendir okkur að við skildum gæta okkar á forvitni til að heimsækja til dæmis musteri, basilíkjur eða alla þessa staði þar sem iðguð einhvers konar skurðgoðadýrkun. Persónuleg spurning mín þessi, ég skila á þessum stöðum, þar sem fólk safnast saman og iðkar slíkar athafnir, mislíkar drottni það. En ef drottin lítur illa á það, að við til dæmis heimsækjum fornleifastaði, sem eru rústir, sem einu sinni, kannski fyrir 1000 eða 2000 árum, voru musteri en eru nú ferðamannastaðir, fornleifar eða sögulegir staðir, mislíkar drottni það. Við stundum koma ættingjar eða við sem útlendingar í þessu landi sjáum margt áhugavert til að skoða sem ferðamenn, en ég vildi vita hvort drottinn sé ósáttur við það. Jæja, það Guð sem hefur samskipti við hvern mann eins og hann vill, og það fer líka eftir þroska, andlegum þroska manneskjunnar. Það fer eftir andlegum þroska manneskjunnar. Við það eru til menn sem eru veikburða í huga og láta mengast, láta hafa áhrif á sig af hlutum, og það skaðar þá, gerir þeim illt. Kannski myndi Guð segja við slíka manneskju, gerðu það ekki, farðu ekki á þessa staði, trúðu ekki á þetta, gerðu þetta ekki, þessar siðir eða helgisiði eða venjur sem hefur, hjátrú og margvíslegar hindurvitnanir, gerðu það ekki. Forðast skal slíkt eins mikið og mögulegt Þrosku manneskja, sem þegar þekki kenninguna og skilur margt, mun ekki verða óstöðug eða áfjóði að fara þangað inn til að skoða eða taka þátt í því sem fólkið gerir eða segir. Hver og einn þarf að meta aðstæður, metið augnablikið, tímann, aðstæðurnar, atburðin, metið allt og takið ákvörðun, takið skynsamar ákvarðanir. Til dæmis man ég að í lífinu hefur drottinn bannað mörgum að fara í kaþólska kirkju, í messu, í brúðkaup, í skírn, í vígslu eða að sækja messu. Það voru fólk sem var í kirkjunni, sem virtist þegar vera í okkar kirkju, og allt í einu, vegna fjölskyldu sinnar, fóru þau á slíka staði svo fjölskyldan yrði ekki reið. Þau fóru þá í brúðkaup, messu eða skírn, og þegar þau komu til kirkjunar talaði heilagur andi við þau og sagði, þú átt ekki að vera á þessum stöðum. Ég man einu sinni eftir ungum manni, sem hafði þegar verið lengi í kirkjunni. Hann var þegar skírður í okkar kirkju og var trúfastur trúaður. En einu sinni sagði hann að hann ætti vinkonu, nokkrar vinkonur, og ein þeirra bauð honum í messu í kaþólskri kirkjunni. Hann fór þangað, í messu kaþólsku kirkjunar, og byrjaði að biðja hljóðlega, biðja til Guðs í huga sínum. Hann hélt að hann hefði gert rétt og að hann hefði verið kurteis við vinkonu sína. En þegar hann kom aftur í kirkjuna, þegar við vorum í lofgjörðinni, talaði drottinn við hann. Drottinn sagði við hann hafði ekki sagt neinum frá því sem hann hafði gert. Og drottinn sagði, og hvers vegna biður þú til mín á þeim stað þar sem ég ekki, þar sem ég opinberast ekki? Þú ert á stað þar sem þú átt ekki að vera, og þú ert að biðja. Ég heyri ekki þær bænir, svona sagði drottinn. Þá var það að þessi maður játaði, við hann varð agndofa. Hann hélt að það hefði ekki verið rangt, að hann hefði beðið Guð fyrirgefningar, en Guð kendi honum. Hann kendi honum að gera þetta ekki. Og hann sagði, já, það satt. Ég bað þar, í hljóði, í huganum bað ég. Og Guð ámynti hann, sagði honum að hann hefði ekki heyrt þá bæn. Sjáðu, Guð vissi að hann hafði beðið, en hann tók ekki við bæninni. Guð heyrir allt, en að samþykkja það annað mál. Fólk getur hrópað margt til Guðs, og Guð heyrir, þeir eru að hrópa til mín, þeir eru að biðja mig, en hann segir, ég mun ekki bregðast við en ég veita þeim neitt, við þeir gera það rangt. Ég man líka eftir því einu sinni að það voru nokkrar evangelískar kirkjur á þeim tíma sem öfunduðu okkur. Við vorum í kirkjunni, þar sem við iðkum, og drottinn birtist með spádómi. Hér birtist heilagur andi, og það spádómur. Þá kemur fólkið, og fólki líkar spádómurinn mikið, við Guð talar til hjarta þess, og fólk fer glatt, fyllist gleði. Þá breiðist það út, orðspor þess, og berst til eyrna annarra trúfélaga. Og ég man á þeim tíma,
Ég að tala fyrir 30 árum eða meira, að sumar evangelískar kirkjur komust að við vorum til. Þær sögðu að við værum frá djöflinum, að við værum illir andar, að við værum lygarar, falsarar. Og þær byrjuðu að fasta og biðja Guð að eyðileggja okkur, að refsa okkur, að láta okkur hverfa sem kirkju. Og einn daginn sagði heilagur andi við mig: Sumir eru að hrópa til mín, segir Drottinn. Sumir hrópa og biðja mig að ég eyði ykkur, að ég refsi ykkur. En ég mun refsa þeim fyrir að gera þetta. Við þeir eru þeir sem ganga rangt. Ég mun refsa þeim og eyðileggja þeim, þetta sagði heilagur andi við mig. Ég skildi ekki af hverju Drottinn hafði sagt mér þetta. En skömmu síðar kom systir, ný í kirkjunni, sem hafði komið frá einni af þessum kirkjum, og hún varð eftir hjá okkur við henni líkaði hvernig Guð talaði við hana. Þannig að hún varð eftir hjá okkur. Þá sagði hún okkur frá. Hún sagði: Vitið þið að þar sem ég var, safnaði presturinn mínum saman 80 prestum úr 80 kirkjum, og allir eru þeirra fasta og biðja Guð að refsa ykkur, að enda ykkur. Þá sannreyndi ég það sem Drottinn, heilagur andi, hafði sagt mér. En það fallegasta var að Drottinn hafði þegar sagt mér: Ég mun ekki refsa ykkur, heldur þeim mun ég refsa, þannig kennir Guð okkur. Það var líka einu sinni kona, ný í kirkjunni. Hún hafði komið og verið hjá okkur í nokkra mánuði, og dætur hennar gengu í kaþólskan skóla. Þar sem þær gengu í kaþólskan skóla, voru þær neyddar til að taka þátt í fermingu og öðrum slíkum helgisiðum. Þegar hún kom til okkar, áttaði hún sig á því að Guð var ekki í hennar kaþólsku kirkju, en að Guð opinberaðist hjá okkur. Þá fékk hún lotningu og var kvíðin yfir dætrum sínum. Því hún sagði: Ég ætla ekki að leyfa dætrum mínum að fermast, en ef þær gera það ekki, þá verður þeim vísað úr skólanum. Við það reglan í þeim skóla, hún var mjög áhyggjufull. Hún sagði engum frá þessu, en hún var áhyggjufull, og einn daginn bað hún bæn. Þá sagði heilagur andi við hana: Þú ert að fara að gera eitthvað sem þú átt ekki að gera. Þú átt ekki að gera það, en ég mun leyfa þér það. Ég mun gefa þér leyfi til að gera það, en þú verður að vita að það ekki rétt að gera það. Þetta var það sem hann sagði við hana. Þegar ég spurði hana: Hvað það sem þú ert að fara að gera, sem Drottinn segir að eigi ekki að gera? Hvað það, svaraði hún: Ferming dætra minna. Ef ég leyfi þeim ekki að taka þátt, þá vísa þeir þeim úr skólanum, og þar greiða þær ekki skólagjöld. Það ókeypis nám. Hún var mjög kvíðin. En sjáðu, Guð í miskunn sinni, hún var ný, hafði aðeins verið hjá okkur í 1 eða 2 mánuði, og Guð sagði við hana: Ég mun gefa þér leyfi til að gera þetta, en þú átt ekki að gera það. Þegar Drottinn segir þetta á ekki að gera, þá á það við alla. Er það ekki? Fyrir alla. Það það sem gerist. Svo, bróðir, þarf að skoða hvert þið ætlið að fara. Ef þið ætlið einhver staðar, til dæmis að grafreitum sem eru 300 ára gamlir, þar sem frumbyggjar voru grafnir, þá ekkert þar. Við það bara mold, rík eða bein sem eru eftir. Þið farið og skoðið fornleifarnar, og það í lagi. Líklega það ekkert slæmt. Líklega eru hér líka píramídar, það ekki? Svo að fara að skoða píramídana sem frumbyggjar byggðu fyrir mörgum öldum, það í lagi. Maður horfir á það og hugsar: Hvernig gerðu þeir þetta? Hvernig báru þeir steinana? Jú, þeir voru klárir. Það líklega ekkert slæmt. En ef maður fer í annað, eins og fólkið sem fór í kaþólska kirkju í messu, eða fór í brúðkaup, eða fór í fermingu, þá Guð afbrýðsamur, og Guð vekur afbrýðsemi í hjartamanns. Það það. Ég hef heyrt og veit af mörgum stöðum og ferðamannastöðum, einkum tengdum menningu frumbyggja, ekki satt? Frá forverunum hér á þessu meginlandi Ameríku. Forfeðrarnir, sem voru frumbyggjar, urðu það vegna þess að þeir komu frá Evrópu. Allir komu þeir frá Evrópu, og hér í Ameríku voru engar lifandi verur. Fólki flúði frá Evrópu, flúði og kom hingað til Ameríku. Og þar sem engin siðmenning var, urðu þeir frumbyggjar, við þeir urðu að lifa af, borða og sofa eins og dýrin og næra sig á því sem dýrin átu.
Þeir urðu einnig að finna sér leiðir til að lifa og mynda siðmenningu. Þetta er það sem við sjáum í Ameríku, allri Ameríku, Suður-Ameríku, Mið-Ameríku, Norður-Ameríku, hér í Mexíkó, sem er einnig Norður-Ameríka. Líf þessara forfeðra sést í gröfunum, fornleifunum, auðlindunum, við það eru einnig margar auðlindir sem eru faldar þar einhver staðar. Fólki líkar að gera þetta, og öðru fólki líkar að skoða þetta. Það er það. Kannski, frá þessu sjónarhorni séð, ert þú ekki að móðga Guð né mengast, né hættir að trúa á Guð fyrir það að skoða það sem var til, að sjá hvað gerðist. Þannig að hitt snýst að taka þátt í trúaratöfnum lifandi trúarbragða, segjum, sem eru starfandi í dag. Þar, já, þá er það rangt, maður ætti ekki að fara í slíkt. Það sama á við hjátrú og hindurvitni sem forfeðrarnir höfðu. Þeir höfðu líka margar hjátrúarvenjur og hindurvitni. Enn í dag er margt fólk sem trúir enn á allt þetta. Það eru til dæmis fólk sem setur á sig armbönd eða, ég veit ekki, band, sem einhvers konar verndargripur, til góðs gengis eða einhvers annars, með ákveðnum lit eða gleri, eða hvað sem það er. Fólk byrjar þá að trúa við að þetta færi við heppni. En við, sem nú þekkjum Guð, vitum að okkar gæfa og heppni er Guð sjálfur. Þannig að það er óþarfi að við skreitum líkama okkar með öllum þessum hlutum sem verndargripum. Það er óþarfi, það á ekki að gera það. Guði líkar það ekki. Ekki heldur heima hjá sér ætti maður að hafa hluti sem taldir eru vera verndargripir. Ekki segja, ég set þetta hér við dyrnar, ég set þarna jurtirnar, tréð, skeifuna eða hvítlaukinn eða svo margt annað. Það eru þúsundir hluta sem eru hjátrúarlegir gripir eða amulettar sem eiga að hræða burt illa anda. En við rekum burt illa anda með bæn. Amulettarnir eru óþarfir, við hrópum til Guðs, og hann verndar okkur og frelsar okkur frá öllum illum öndum, frá göldrum, töfrum og bölvunum. Guð verndar okkur. Þegar við treystum honum, lesum Biblíuna og biðjum til Drottins, þá þurfum við sannarlega ekki lengur á neinum hlutum að halda. Og í menningu dagsins í dag, fyrir ferðamenn, bjóða þeir oft upp á margt af þessu tagi. Þeir bjóða að hreinsa burt illa anda, slæmar orkur, slæm áhrif, og segja að þeir framkvæmi hreinsanir. Allt þetta er hjátrú og falskar trúarhugmyndir. Við gerum það ekki, við eigum nú þegar Drottinn. Hann er sá sem hreinsar okkur og tekur allt slíkt burt. Þess vegna eigum við ekki að gera það. Þeir koma og segja, borðaðu þennan mat eða drekktu þetta drykk, það er gott fyrir þetta eða heitt, ekki heldur. Við skulum ekki vekja afbrýðsemi Drottins, Guð er afbrýðsamur, og hann vill að við gefum aðeins honum heiðurinn og dýrðina. Að við lofum aðeins hann. Og allt hitt, við skulum láta það vera. Láta það eftir þar sem það tilheyri fortíðinni. Það hefur enga merkingu lengur. Í mínu lífi, í okkar lífi, hefur það ekkert gildi. Þess vegna, allt það sem þið geymið heima hjá ykkur, það eru margir, ég veit af mörgu fólki sem kemur í kirkjuna og hefur verið þar árum saman, segjum 5, 10 ár eða meira, og ennþá hafa þau heima hjá sér alls konar verndargripur, hár barnsins, naflastreng barnsins, fyrsta skóinn, fyrsta eitthvað. Þau geyma þetta allt og hengja það upp sem hálsmenn eða skraut. Allt þetta, þegar maður gerir slíka hluti, bindur mann í andlegu lífi sínu og veldur við að Guð senkar við að gefa blessanir sínar. Þess vegna skaltu líta í kringum þig heima hjá þér, í fötunum þínum, húsgögnunum, öllum eigum þínum, öllum litlu hlutunum sem þú átt geymda, verndargripum, trúarlegu hlutunum og hjátrúargripunum. Taktu þetta allt og hendu því í ruslið, við þetta kemur í veg fyrir að þú fáir blessanir Guðs. Gleymdu hálsmennunum, við rauða litnum, þeim bláa, þeim græna, perlum, litlu fræjunum og öllu slíku. Gleymdu þessu öllu. Þú getur sjálfur búið til skraut, ef þú vilt, úr fræjum trjáa, en ekki sem hjátrú, heldur bara vegna þess að þau eru falleg. Til dæmis, þessi fræ eru svo falleg,
Þessi litur á fræjunum. Ég ætla að búa til hálsmenn eða eitthvað skraut með þeim. Við mér finnst þau svo fögur en ekki út frá trúarlegum ástæðum, heldur aðeins sem skraut á líkamannum. En samt sem áður, ekki geyma öll þessi litlu leyndarmál. Ef þú heldur í slíkt, þá hverfur blessun Drottins líka. Ég hef líka heyrt, og fyrirgefðu að ég tali lengi, en það er nauðsynlegt að kenna, að það eru til fólk sem kemur í kirkjuna og hefur gert það lengi, en ennþá, heima hjá sér eða í húsnæði sínu, iðkar galdra, iðkar töfra og öll þessi verk, les spil, spádóma og annað slíkt. Þau eru vön að gera þetta, og síðan koma þau í kirkjuna til að biðja spádóm. Guð sér allt þetta, en Guð blessar ekki. Vissulega mun heilagur andi tala til þeirra og segja þeim að iðrast og koma í lag við Guð, en manneskjan skilur það ekki. Þess vegna þarf að hafna öllu slíku. Vari strikkina og seyðiblöndurnar, vatnið úr þessu, jurtin til hins, farðu upp í fjallið og sæktu sérstaka jurt sem gagnast til einhverja hluta, en þú verður að ganga 7 sinnum í kringum húsið áður. Nei, þetta á ekki að gera. Þetta eru hjátrú, trúarhugmyndir, verndargripir og hlutir sem eru óþarfir. Gerið þetta ekki, við allt slíkt tekur frá ykkur blessun Guðs. Allt þetta tekur blessunina frá ykkur, og þið munu lifa veikir. Veikir, og þið munið ekki ná lækningu. Og svo segir fólk, en ég fer í kirkjuna, bið spádóm, og Guð segir að hann muni lækna mig, en hann lækna mig ekki, en hvers vegna? Við þú átt þín leyndarmál heima hjá þér. Þú heldur í alla þessa hluti. Gleymdu þessu. Guð er andi, og hann sér, hann þekkir, hann heyrir. Ef þú lest einfaldlega Biblíuna til að læra Guð og til að vegsama Guð, þá er það nóg. En þú verður að gleyma öllu hinu. Hvað annað? Til dæmis, bróðir, ef þú vilt vera nákvæmari til að fá skýringu, þegar þú efast hvort eitthvað sé gott eða slæmt. Nei, systir, nú er mér ljóst, það var einmitt fornleifastaði, sögulega staði, grafreiti, píramída, byggingar sem eru ekki notaðar í dag, sem kannski fyrir 2000 árum voru það, en eru nú rústir, og fólk fer þangað sem ferðamenn til að fræðast. Og ef fólk hefur áhuga á að sjá rústirnar, þá fer það og sér þær, við það finnst þeim áhugavert. Kærar þakkir,